hingað við Rauðaborðin sestur hjá mér Guðmundur Ragnar Guðmundsson, frumkvöðull með meiru. Velkomin Guðmundur. Þakka þér fyrir. Og ég segi frumkvöðull með meiru því þú ert meðal annars einn af, þú komst að stofnun internetsins á Íslandi eða svona koma því svolítið í gang? Já, eða ég var virkur þegar það var að þróast frá því að vera innan háskólastofnana yfir í almennt, yfir í samfélagið, yfir fyrirtæki og einstaklinga. Mjög myrkur í því ferli og predikaði og baði át höndunum hana slóttin tíma til að flýta fyrir og sagði ýmislegt sem var ekki satt en var síðan satt skömmu seinna og eitthvað svona. Spáði fyrir svona ýmislegt. Já, og gaman að segja frá einhverju eins og sá sem að nota internetið daglega, hvernig upplifir heiminn og það virkaði var skringilega á fólk sem var ekki búið að kynnast þessu en ég tók þátt í að flýta fyrir þessu þróun og hefur ennþá skoðanir á samfélagsmiðlum og mikla skoðanir. Já. Ég var að hugsa að gera svona list yfir allt sem má ekki segja á YouTube. Já. Bæði orð og hugtök og viðhorf sem maður má ekki nota á YouTube. Já. En kannski leti bara duga að lýsa furðu minni að aðili eins og sá sem hér sittur skuli vera að nota YouTube sem alveg vitað að ég veit ekki eins og hvort að megi gagnrýna ritskoðun á YouTube, kannski bara búið að banna það áður en þetta fyrir lofti sko. Já, en kannski sleppur það svona á íslensku. Ég geti verið. Vonandi. Já. En svo líka bara að því ég stattur hérna, þá verði ég eiginlega bara að segja það að í samfélaginu okkar í dag að það eitthvað sem að ég þarf að segja. Að sko þeir að tala um atvinnuuppbyggingu og samfélagsmunstrið og launakjör og svona þeir sem í umhverfisbaráttu og fleiri segja að setja spurningamerki við það að veita aðgang að landinu sem nota orðið auðlindir sem leiðilegt orð fólkinu, menningun okkar og öllu og starfsfólki á einhverjum afslætti það skattaafsláttur aðgangur að einhverju sem að þarf að virkja eða skemma fyrir lítið eða borga fólki lítið kaup ég bara skil ekki hvernig þetta selja fólki þá hugmynd að það sé einhvers virði að reka fyrirtæki sem borgar léleg laun ég alveg vissum að kapitalistin getur séð til þess að þau fyrirtæki sem að standa ekki undir sér nema borgar léleg laun þau skólist bara burtu eftir standi fyrirtæki sem geta borga góðu laun. Þetta það sem að kapitalistin segja, svona segir þetta virki. Já. Þannig að ég bara fyrirgið það, ég plantaði mér inn í þessa umræðu en bara þetta þarf að koma fram. Sko. Svolítið eins og flugfélögin núna, lággjaldaflugfélögin endalaust. Já. Ef þetta gert með því að skerða vistkerfið eða skaða menninguna eða borga fólki lág laun hvað gróð í því? Já, einmitt. Bara svona svo ég eyði tímanum hér að tala um pólitík. Já, en við ætlum að tala um hugvíkandi lyf í svona megnin til kannski. Þú ert nýkomin frá, eða tiltölulega nýkomin frá Brasilíu, þú fórst þangað í fyrra? Já, ég var í 5 mánuði, fyrstu 5 mánuði síðasta árs. Já. Í Brasilíu, litlu þorpi á jaðri Amazonskógi, eða inn í Amazonskógi en samt ekki alveg inn í skóginu á svona staðu þar sem að rafmagn og vegur og drykkjarhæft vatn og hús úr hefluðum spýtum og svona bara svona jaðri menningarinnar en þeirra menning þar og það að kynnast menningu frumbyggjana þarna og ég var að gera það. Og þá eitthvað í tengslum við þá að læra eitthvað meira hugvíkandi lyf? Já, reyndar, sko, það sem að sumir, þetta kallaðist konar nöfnum, en sko sum meðöl, jurtir, sem þú nota, eru við ýmsu og það eru alls konar mismunandi jurtir sem eru notaðar, bara mikill fjöldi mismunandi jurta sem að finna í skóginum
við ýmsu og til dæmis bara dragur bólgum, losum fasjuna eða losum einhverja þráhyggjugsanir eða eitthvað, og þá ekki alltaf að ræða svona hugvíkandi efni eins og ayahuasca sem notað þar. Það var bara alls ekki eina sem að var verið að gera. Nei. En síðan sko önnur hlið á því að sko það ástand sem fólk fer í við að taka þessi efni eins og sveppi eða ayahuasca eða eitthvað slíkt, sérstaklega skýrt í samvætti ayahuasca, það er svolítið eins og annar heimur. Og mín upplifun af ayahuasca að þetta sé leiðin í einhvern annan heim og við erum að læra hvað það þýðir, hvers konar heimur það eða hvað á bak við það, eða hvað það og þessi sýn sem við höfum núna á Vesturlöndum, umræðan á Vesturlöndum, litast mjög mikið af notagildi þessar efna til að lækna fólk sem með sjúkdóma, sem einhverstað sjúkdómsgreint fólk og það mjög lítið hluti af þessu máli fyrir mér, sko. Já, þetta ekki bara spurningum lækningu við geðsjúkdómum eða eitthvað svoleiðis eins og Nei, ekki beint nefnilega, nei. Eins og kannski meira vandamál í sambandi við óheilbrigð munstur í fjölskyldum. Já. Eða tengslaskortur, fólk sem aftengt sjálfu sér og að haga sér eins vel og það getur en bara ekki með sans fyrir því hvað að ske, er að gera sitt besta en bara í einhverjum dóða eða einhverju, alls konar hlutir en þetta meira kannski tengslokkar við hvert annað og umhverfið sem ég að skoða. Já, ég nefnilega lít ekki á, sko, þetta svolítið skrítið, kannski bara hoppa beint inn í það, sko, áður en að við förum að ræða þetta, kannski gott að gera sér grein fyrir því að kringum 1970 Bandaríkjaforseti sem að halda utan stríð gegn Víetnam og það réttindabarátta svartra og sem að hefði geta smitast út í réttindabaráttu láglauna fólks eða slíkt eitthvað, almenna mannréttindabaráttu innan samfélagsins og þessi tveir hópar voru svolítið svona fókuspunktur, fólk sem vildi ekki fara í stríð og fólk sem vildi hafa mannréttindi. Kvennabaráttan var ekki þarna heiti punkturinn þarna, sko, í sambandi ekki sem ég viti til í sambandi við þetta stríð gegn það kalla war on drugs sko. En staðreyndin svo og það bara staðfest núna og margar heimildir til fyrir því að þessi efni sem voru bönnuð þá voru þau efni sem ákveðna hópar voru að nota, efni sem að svartir voru að nota og efni sem að fólk sem að var að móti stríðinu og vildi ekki taka þátt í því var að nota og þessi aðferð að gera það sem fólk gerir ólöglegt þannig að megi bara veiðileyfi á fólk sem tilheyrir þessum hópum. Eftir þetta það mátti bara handtaka hvert sem sem var svartur og hörund vegna þess að hann sjálfkrafa hljóta vera tengdur neyslu einhverja efna sem svarta fólk hugvíkandi efna. Já, eða bara eitthvað þú kallar kannabis hugvíkandi efni eða hvað það sko. Þannig að þetta var í raun og veru pólitík og snerist ekki almannaheill eða í raunverulega sannleika þess hvort þessi efni væru gagnleg eða hættuleg. Og núna erum við komin í þá stöðu að það að sanna sakleysi. Við þurfum að sanna að þessi efni séu í lagi, eins og bara þannig saman til kannabis. Mér finnst kannabis ekki hafa til mín. En hérna ef einhver vil verið þessu ástandi sem ég finnst frekar leiðilegt, sem hún kannski ekki eins leiðilegt eins og áfengisvíman, en allavega að viðkomandi á að það ekki þurfa að sanna sakleysi sitt ef hann ekki að trufla mig. Nei. Þetta bara svona almenna vandamálið í þessu að þessi efni hafa verið notuð hundruð, jafnvel þúsundir ára
og það alls konar hefðir og ákveðin menning og ákveðin þekking og notaði lækningaskinni og alls konar slíkt. Og núna erum við komin í það stöðu að það er verið að takast að sanna það að þau séu gagnleg. Einhver með greininguna þunglindi eða áfallastreitu eða eitthvað slíkt, að það er búið að sanna það að þessi efni séu gagnleg. Og það má allt í nota þau núna. En vandinn við þessar rannsóknir er að þau eru alltaf eðlisinu þröngar. Það eru valið inn hópur af fólki sem að getur ættaverkin eitt hætta í kringum. Og þó við vitum ekki endilega í hverju hætta er falin, þá er passa að taka engan inn í rannsóknina sem að er með ákveðna geðsjúkdóma sem er svona ótti við að geti orðið verri. Já. Og svo er magnið og svo er aðferðin sem er notuð, það er rúm og það eru tveir sem sitja í viðkomandi og tekur visslanga tími í svona umhverfi. Hættan er eins og hefur sýnt sig eins og bara í sambandi við COVID þegar það var að gefa stera eftir við nokkra daga þegar vírusin er gengin í gegn og það er fólki með afleiðingar af þessu að gefa stera, þá kom upp deila um það og það var rannsókn það sem að gefa lítið af sterum í stuttan tíma sem sýndi að þeir gerðu gagn. Og þá allt í einu kemur upp hugmyndin að gefa fólki lítið af sterum í stuttan tíma. Í stæðan fyrir að leyfa læknum bara að ráða því með ástand sjúklingsins hversu mikið sé passlegt. Og það er náttúrulega ákveðið vandamál með þessa nálgun að þurfa að sanna það ef þú gefur fólki mjög lítið af svona efnum sjaldan undir vissum kringustæðum að það sé hinn eina leið til að nota þau. Og það stangast á við bara, segjum ekki nema kannski 10 ára eitthvað svoleiðis hefð eða kannski yngri meðal þeirra sem að hafa kynst ayahuasca. Það er hópar í Íslandi sem hafa kynst til dæmis ayahuasca sem ákveða að prófa íslenska sveppi, þessa vilda sem vaks í náttúrunni. Þá er þetta ekki lækningaskinni per se og þá er ekki yfirseta, það er ekki sjúklingur sem verið að lækna. Heldur er bara fólk að fara í gegnum sitt ferli, upplifa sínar upplifunir og oft mjög jákvæðar og alls konar sem er lenda stundum í að upplifa erfiðar tilfinningar. En þá situr saman 4-5 upp í kannski 8 manns upp í sveit eitthvað. Allir með einhverja reynslu og svo kannski búið einhverjum einum eða 2 að koma og prófa þetta í hóp með fólki sem hefur reynslu. Og einhverjum einum sem hefur ekki reynslu. Sem er ekki reynslu af þessu. Og svo er viðkomandi að fara í gegnum erfiðleika. Oft kemur bara að fara fólk hlátuskast eða grætur af gleði eða alls konar skemmtileg hluti sem geta gerst. En svo er viðkomandi grátandi og það kemur bara til mín, þetta er eitthvað sem gerist þegar viðkomandi var 30 ára. Og fólk fer svolítið mikið aftur í tíman. Já. En það er enginn að skipta sér af viðkomandi. Og að viðkomandi biður hjálp, þá er ekki hlaupandi til að kannski einhver búið að ræða fyrirfram ef einhver myndi lenda. Ef ég lendi ykkur á vandræðum, þá myndi ég vilja biðja þessa 2 að hjálpa mér og ekki láta hinn að skipta sér af. Og það er til dæmis, ég hef verið á stöðum þar sem er reglan að ef einhver biður hjálp, þá kemur einhver til þín og gerir ekki neitt. Já, bara er hjá þér. Já. Ef þú vill láta halda í hendina þér, þá réttur út hendina. Já. Ef þú vill tala, þá má tala, hvísla eða fara fram og tala. En að vera ekki að blanda sér inn í lífsreynslu fólks. En að skipta sér eins lítið af og mögulegt er. Þörfin til að tala er oft flótti frá því sem er að gerast. Og þá er oft svona varfærnislega bent á að allar að stoppa þetta eða allar að leyfa þess að gerast. Og fólk er kannski ekki tilbúið í það og þá bara vill að fá standa upp eða ég vil fara í sturtu eða út í náttúruna eða eitthvað.
og það getur verið stundum að fólk standa upp út úr hringnum og sest út í náttúruna að það líði því betur með að upplifa sína tilfinningar. Og þá einhverjur hópnum sem að sittur svona álengdar og eftir staðar ef þarf. En það er að tala með fólk sem hefur mikla reynslu og til staðar og ekki að lækna neitt. Nei, einmitt. Og sá sem að kemur ekki sjúklingur. Það bara manneskja sem hefur lent í einhverju sem flestir. Sko. Einmitt. Eða bara kemur... Það verður að vinna með lífið. Já, eða kemur til þess að sjá einhverja bjartari hlið á einhverju eða eitthvað svo leiðis. Það er svona tabú, sko. Ég var á námskeiði hjá manni sem Stanislav Grof, svona online námskeiði. Ég sagði hann, hvað finnst hún það að einhverju vini vilja bara leigja sumarbústað og taka sepp og eiga góðan dag, sama partí. Það var alveg brjálaður, sko. Það bara verður alltaf að gera ráð fyrir því að fólk tekur þessi efni að það opnist inn á eitthvað sem þarf að fá að losna Það verður að skapa kringumstæður þannig að fólk að taka þessi efni að einhversi til staðar fyrir þann sem að fara í gegnum eitthvað og ekki fólk að skipta sér af eða trufla. Þannig að þetta finnst mér alltaf að hafa í huga. En svona fólk sem þú veist kannski að mikrodósa á sveppum sko að taka inn á hverjum degi. Hvað fólk að gera þá? Hvað það? Já, ég nefnilega vinn við þetta. Já, ég vinn við að gefa fólki ráð sem frá mikrodósa. Það kostar ekki neitt. Ég svo lánsamur að vera brunnin út í tölvubrassanum og ég kannski einfalda málið, maður getur ekki alltaf sett allan sannleikan, en ég var sett honum svo gamall að tók því ekki að endurhafa mig. Ég verð 67 ára miður þessu ári og ég sá ekki að sérstaklega tilgang að koma mér í stand til að setja mig aftur út á vinnumarkaði. Þannig að ég sem burnout case. Þannig að heimilislæknirinn sagði mér, þú verður bara að finna þér eitthvað að gera til þess að halda sönsum. Sko. Ég myndi aldrei þrífast á þess að finna eitthvað. Þannig ég fann eitthvað svona ólaunað starf við að hjálpa fólki sem langar að mikrodósa. Og þá náttúrulega atriðið að mikrodós svo lítið magn að fólk finnur engin áhrif. Það mjög mikilvægt að hafa það í huga. Það fer ekki í svona hugvíkandi ástand í rauninni. Nei, og ekki einu sinni að það fara að sjá aðeins skýrari liti. Nei. Fólk fyrir að skoða eldgosið, það færða sér alltaf smá, sko. Meir en mikrodós til þess að skýra litina. Eða þeir á tónleika í Hörpu, þá færða sér aðeins meir en mikrodós til þess að njóta tónlistarinnar eitthvað hlusin. Svo færða að gláta yfir þessu fólk verður svo hrifnæmt og svona. Það getur mjög fyndið, sko. En allavega, mikrodós ekki þannig. Mikrodós svo lítið að það hafi ekki fólks, og þá manneskjan sjálf sem að meta hvað það það mjög misjafnt hvað fólk þarf að taka mikið en það sem sagt mjög lítið og það virðist vera að sumum gerir þetta verra fólk sem með viss ákveðin munstur í sínum sálifi ígir þau og það tekur svona 2 sólarhringa að losna við áhrifin þannig ef að fólk sem með eitthvað svona sem maður vill losna við, það ígist að þá það svona 1-2 sólarhringar fyrir það að hverfa þau áhrif en þetta virkar ekki fyrir það fólk svo einhver hópuður sem þetta virðist ekki hafa eiginlega nein áhrif hvort þið góðs eða slæm áhrif en það alveg þó nokkuð fjölda fólki sem virðist finnast þetta bæta ástandi og það var sérstaklega fólk sem svona þungt. Það svona létti aðeins á lundina. Fólk sem hefur kannski svona eitthvað þunglindstendens eða eitthvað. Það upplifir. Og þá getur það náttúrulega verið, sko, ég náttúrulega svona, ég var í sko heilsudraslinu, geranum. Ef fólk þjáist að B12 skorti eða bara næringaskorti yfir höfuð eða skorti eða að borða rusl og þamba kaffi allan daginn og liggur upp í rúmi með bæði síman og tölvuna mér, sko, ég set nú mörkin að vera með bæði síman og tölvuna sko. Ef fólk að
er að kynda undir einhverju ástandi þannig virkar microdose ekkert á móti því. Það leysir ekkert málið að microdosa. Já, þannig að ég myndi segja að eins og ég var einu sinni boðið geðlyf og þá kom í ljós að ég er með B12-skort, mjög alvarlegan B12-skort sem að hefur haft langvarandi afleiðingar fyrir mig. Er ekki, en ætli það sé ekki svolítið algengt að það er ekkert verið að kanna mikið með vítamin búskapin hjá fólki áður en að því að gefa geðlyf? Ég get ekki sagt, það er engin rannsókn nema bara N of one, eins og þetta er bara eina tilfelli sem ég þekki er ég. Já, einmitt. Það sem ég vildi ekki taka geðlyf og síðan koma að ég var búin að vera lengi með mjög alvarlega B12-skort og þurfti að fá sprautað í mánaðlega til að rífa mig upp úr þunglindinu. Þannig að ég sett hana fyrirvara sko að microdosing getur alveg hendað ágætlega en það þarf bara að passa að það sé ekki eitthvað undirleikjandi vandamál í sambandi við mataræði, hegðun eða eitthvað slíkt. En ég er svona sett alveg ótal fyrirvara á svona en þetta er alveg töfralyf sko þegar það virkar. Já, ekki draga því. Herðu, en mér langar aðeins að spyrja, þú fóst í viðtal fyrir 2 árum síðan hjá Frosta Logasyni í Íslandi í dag. Já. Og þá ert þú í rauninni kannski að koma út úr skápnum bara sem fyrsti Íslendingurinn sem viðurkenni það bara að þú sért að nota í rauninni hugvíkandi efni og ég tala bara ayahuasca. Já, það er ayahuasca. Segðu mig hvernig stemningin var á þessum tíma. Já, sko, hvaða viðbröð fékkstu? Ég fekk mjög jákvæð viðbröð. Já. Með þess að ég er svona vini sem var svona skoðanir og það var eiginlega bara allir bara hlutlausir að jákvæðir yfir höfuð sko, flestir. En sko, það var nú á þessum, það er eiginlega ekki það margt þetta viðtal. Þetta er 2 ára gamalt viðtal, ég segja fólki hvað þetta er hræðilegt. Þetta var hræðilega erfitt og mér leið alveg hræðilega og hræðilegt. Það var nú bara út af stemningunni sem var þá. Ég var bara að reyna að stilla fólk aðeins af að gera sér grein fyrir hvað þetta veri áhrifaríkt sko. Ég var mikið að tala inn í stemninguna að allir þetta að gera þetta. Þetta var bara þannig að það viðtalið mjög litað af því sem maður var að gerast þá. Ég var eiginlega, sko, ég vissi að hann vildi taka viðtal við einhvern og mér var bara stilt við vegg, vinni mín sögðu bara ef að þú ferð ekki, þá fer við einhver annar. Já, þá fer einhver annar. Og svo tók hann að telja til allar sem væri jafngóður eða betur en ég. Þeir einstaklingar voru allir í einhverjum vinnum, eða einhverjum hlutverkum í samfélaginu, þeir gátt ekki farið. Gátt ekki uppljóstrað Já, en ég hafði enga tapa og var svona vanur búin að vera mútastatu svona en svo bara gerði Frostin, þetta var rosa flott hjá hann. Þetta var mjög flott. En bara áherslan á hvað þetta verið ógeðslega erfitt og ég var að horfa hana þátt daginn og ég meina það þarf ekki að vera svona erfitt sko. Nei. En núna það hefur svolítið svona mikið gerst, mikið vatn til sjávar í samfélaginu hvað var þar þessi mál síðan þá og liggur fyrir núna hvað fyrir margt á þingi að leyfa rannsóknir á hugvíkandi efnum og eitthvað svona. Heldur að þetta hafi haft mikil áhrif þetta viðtal og hvað er mikið af fólki í samfélaginu á Íslandi dag sem er að pæla í þessum hlutum? Já, það eru nokkur 100 eða nokkur 1000 manns að gera þetta. Ég myndi að maður veri mjög margir að gera þetta. Stöðu sinna vegna getur fólk ekki talað þetta og svoleiðis en já, mjög margir að gera þetta. Formaður Geðhjálpar hefur nú talað þetta bundi mikla vonir við rannsóknir í lyfjamálum Já, sko, ég fór á þessa ráðstefnu sem var daginn. Já, ég ætlaði að spyrja það ráðstefnuna í Hörpu. Sko, ég var nú svo djarfur að spyrja Michael Pollan eða hvernig það búið fram nafnið hans sem skrifaði How to Change Your Mind bókina. Og svo voru gerðir þættir sem heita sama How to Change Your Mind á Netflix. Og þetta gengur út á það How to Change Your Mind on
Já, með að nota einhverja af þessum efni. efnum, já, hann prófar hann eitthvað sveppi og eitthvað. Já. Og hann er líka maður sem er vel ekki viðurkenndur, hann er búin að skrifa bækur sem eru þýddar á íslensku annað í sambandi við náttúrun og mataræði og ýmislegt. Þetta er maður sem fólk veit hver er. Hann er kallmaður, hvítur kallmaður, gyðingur, býr á Austurströnd Bandaríkjanna, tekur í öll boxin hjá ákveðnum hópi sem er erfitt að sannfara. Og hann skrifaði grein í New York 2015 sem ég las það verið að gefa fólki sem var í taugaáfalli yfir því að það var að fara að deyja úr krabbamenni og það var ekki ná að njóta síðustu daga ævinnar að það var í svo miklu áfalli yfir hvað var að ske. Það var rannsókn af því að hvað myndi áhrifið að þetta fólk að gefa þeim sveppi sem að hljóma klikkað. Og hann skrifaði grein þetta New Yorker sem ég las sem hafði mikil áhrif á mig. En þegar hann skrifaði þessa bók How to Change Your Mind, ég spurði hans þetta ráðstefnunni, bókin, það var að búa varkár, hann er varkár í því sem hann segir. Svo gerir hann á Netflix bara, wow, þetta er æðislegt og eitthvað svona, allt annar tónn, þó þessi sömu viðmælendur svolítið. Og hann sagði bara bæði að viðbröðum við bókinni hefur verið miklu mildari og jákvæðari en það hafði gert ráð fyrir. Já. Og síðan er samfélagið mikið búið að breytast sem hann náttúrulega mætti bæti við ekki síst honum sjálfum að þakka sko. Þannig að þættirnir eru eiginlega svolítið svona fyrir þá sem ekki fatta ekki þetta er bara svona, það er bara að halda upp á það að það er bara finnst öllum þetta, eða flestum þetta að vera frábært og hann er bara ófeiminn að segja að þetta sé mjög gagnlegt fyrir marga og þannig að en bókinni var að miklu markarari. Sara María Júlíusdóttir var að skipuleggja þessar ráðstefnuna í Hörpu og hún var hvað sérstaklega hugsa fyrir fagfólk í heilbrigðis og geiranum, lögreglufólk og ég vil ég held bara fyrir allar svona embættismenn, pólitíkusa og fagfólk ýmiss konar. Var þetta skemmtilega ráðstefna? Var góð mæting? Já, mjög góð mæting og hópurinn vel samsettur, komur að óvart hvað mikið að fólki kom frá útlöndum til að vera á þessari ráðstefnu. Þá var nokkuð margir Danir til dæmis sem gerðu sér ferð hingað. Þannig að ráðstefnan sem slík var bitastæð og fín. En það var alls konar fólk sem að ég var ánægður að sjá fólk eins og á gólfinu, fólk sem vinnur með fólki sem er með geðræðavandamáli eða fíknivanda. Og það kannski, má kannski segja að þessi sko geðræni fíknivandi sem við erum að glíma við hérna það er ekki bara ákvarðan að taka eða opinber stefna, það er bara fólk sem er dagstæðilega að hjálpa eða vinna með einstaklingar sem eru að glíma við svona. Þannig mér fannst svona af þeim sem ég veit hver var, það var mér ágætt blanda af fólki. Svona getur kallað fagfólki. En hún er mjög mikið miðuð að ákvarðanatakandi aðilum. Og hjálpa læknum að þora að segja opinberlega að þau hafa trú á þessu eða finnst það áhugavert. Bara mjög ítarlega rannsóknir. Ein rannsóknin var það hvernig þetta setja sko inn í heilan á einhverjum músum samkenndar aukandi efni og sjá hvort það er samkenndar áhrif milli músuna sem verða að dæla inn í heilan af þeim MDMA eða eitthvað. Sem að var svona alveg út af kortinu sko að vera að sína rannsóknir þar sem er bora gött að heilan hausin á músum sem sönnuðu það svona í framhjálplaupi að mýs hafa samkennd sem við viljum náttúrulega helst ekki viðkenna að dýr hafi vitund yfir höfuð en svo fer þetta allan skalan yfir í einstakling með flotta menntun segjandi sína sögu hvar hann var stattur í sínu þunglindi komið með allar gráður sem hann hélt að myndi þurfa til að verða fínn og hann var bara með sjálfsvíkshugsanir með allar sína gráður og hann segir sína sögu hvernig hann tengist með rannsóknum og hvernig hans ferli sem meðferðaraðili í sambandi við svona hluti virkar fyrir hann sjálfan persónlega
En ráðstefna var mjög lituð af því að sýna bara rannsóknar sem það eru fjöldin allar rannsóknum í gangi. En já, ég held að það sé mjög til góðs, þessi ráðstefna. En það ennþá þó einhverjir múrveggir sem það er að brjóta, það er ennþá fólk, einhverja raddir sem eru svona með fordóma. Nei. En það er hverfandi. Sko, ég var einhverju lítið þorpi á Spáni sem er við sjóin og það eru settið svona stólar og bekkir í grjótið við sjóin og svo flæðir að og sumir að þeim fara í kaf og það verður bara þannig. Þeir sem eru með að tala gegn þessu, bara gegn þessu, það er ekki þetta hlusta á það. Þetta er að ske, það eru allir að gera þetta. Það skiptir einhver máli þó sálfræðingar eins og Hafrún Kristjánsdóttir skrifa einhverja grein. Það er eitthvað sem greinin hans sem minnst alveg satt, alveg satt. En ef við ætlum að halda að unglingar á öllum aldri láti segja sér að gera þetta ekki, þá bara algengur sjúkdóminn á Íslandi er sko eitthvað svona mótróa eitthvað. Þannig að ætla að banna einhverjum eitthvað muni bara íta undir það og eitthvað svona. Þetta bara virkar ekki þannig. Þú verður bara að vara fólk við, leiðbeina því og gefa því upplýsingar hvað þarf að hafa í huga. Fræðsla. Og að gera sér grein fyrir hversu djúp áhrif þetta getur haft. Þannig að fólk viti hvað þetta er. En eins og bara, þú veist, fólk dettur ekki í huga að keyra vitlausu megin á götunni. Hugsiðu hvað Íslendingar eru frábærir og fólk almennt. Það er að keyra 90 km hraða og svo kemur einhverja mótið á 90 km hraða og það gerist ekki vegna þess að hinn er hinum megin á götunni. Að fólk veit alveg hversu alvarlegt það er að keyra á 90 km hraða. Það vita það allir. En ef þú segir ekki fólki að þú verður að vera hægra megin á götunni til að koma veg fyrir slys, eða útlendingarnir sem eru að keyra Vestfjörðum og þora ekki að fara út í kantin að þið haldið þessi að fara út í sjó, skiljiði. Men þetta er bara, þetta er alveglegt mál að keyra á 90 km hraða. Það er bara stór hættulegt. Þannig að ef við kennum ekki fólki og leiðbeinum ekki fólki, þá getur það verið mjög alvarlega vont. Fólk getur lent inn á geðdeild. Fólk getur bara lent í rosalega erfið málum. En í flestum tilfellum held ég að þetta setja góðs og ég get ekki stoppa neitt. Það bara ekki, ég bara ekki það stöðu. Ég held bara að þetta verði ekki stoppa. Fólk er að rækta sveppi hjá mig að segja. Fólk er að tína, það eru allir að tína. Ef þú er að tína sveppa haustin þá er bara að fara langt frá Reykjavík, það er bara engi sveppi neinstara því það eru bara allir að tína sveppi. Þetta er bara, og hvernig ætlar að stoppa það? Þú bara stoppar það ekki, þú bara bendir fólki, ég minna eins og það er Bill Richards, einn af frægu yfirsettu fólkinu sem held ég komið fram í Netflix-þáttunum. Hann hefur skrifað bók hvað þetta sé heilagt og merkilegt. Og fólk sem tekur þessi efni fer inn í ástandi að vera bara tengjast, nú má ekki segja hér, jú ok, bara læt vaða tengjast Guði, skynja, kærleika, og fyrirgefningu og fyrirgefa sjálfum sér jafnvel, sem er nú oft erfiðast, og upplifa bara djúpa hamingju, kannski klukkutíma. Af því að einhver kemur tilbaka eftir það, þá þarf náttúrulega að vera svona, þú veist, ok, bara rólegt. En ég minna, leiðbeiningar og skaðamingun, það er það sem við þurfum að beina athygli að. Segðu mér svona, kannski að lokum, þú ert búin að vera að skoða og pröfa þig áfram og vinna með þetta núna í nokkur ár. Já. Finnurðu mun á því bara hvernig, fyrst þegar þú fórst að stíga út á þessa braut og í dag, ég meina, ertu farin að sjá þetta einhvern veginn öðruvísi eða? Sko, það er gall í mínu sálifi. Ég er svona vandamála orienteraður og ég er ofta að leita einhverju vandamáli sem þarf að leysa.
Svo ég eitthvað að skána og gerir svona og allt í einu, einhverju nokkru þúsundkallin á reikningum mínu með mánaðamótin. Og ég skulda ekkert í sjoppunni og eitthvað. Þannig ég hef eitthvað skánað. En í athygli minn svolítið á einhverju vandamáli sem ég þarf að leysa, sem kannski sykur eða meira en 2 bolla kaffi eða eitthvað. Þannig ég bara alltaf sami lúserinn. Ég alltaf með eitthvað sem ég ekki að höndla og alltaf einhver hræðileg mistök sem ég sagði eða sagði ekki eða orðaði ekki rétt. Þannig ég rosalega eitthvað orienteraður gagnvart því að hafa upp á altarinu allt sem öðruvísi en það ætti að vera. En ég með aðeins meiri húmor gagnvart því. Kannski hefur það skánað. En ég minna já, ég hættur að henda dóti í sjónvarpið eins og ég gerði gamla daga. Með henda skó með einhver pólitíkus kemur í sjónvarpið. Ég hættur því. En það, ég myndi ekki inn einhver svona pingu lilla tölvu sem myndi ekki fíla það hendi í hann einhverju dóti. En ég segja, já, en fólk sem þekki mig segir að ég hefði skánað helling. Já, og ég til dæmis færum að vera til staða fyrir fólk sem að ganga í gegnum eitthvað. Af því ég búin að ganga í gegnum eitthvað svipað. En ég til dæmis taka það fram, ég ekki að sitja við fólki. Nei. Ég hef verið í hóp með mörgum öðrum, þar sem einhver nýr hefur komið. Ég hef gert það. Og mér vola gaman að tala þetta, þannig að fólk vill mikrodosa, ég geti sagt fólki til það og svona. En já, já, ég held ég hafa haft gott af þessu. Takk fyrir að koma og spjalla við mig þetta, Guðmundur, og gangið vel. Takk fyrir, takk.